Við erum byrjaði bara, þetta tók aðeins lengri tíma núna en síðast, ekki? Jú, mér minnir að síðast höfum við ætlað að láta taka styttri tíma en þetta stundur svona, kemur eitt og annað upp á. Já, svo þegar þú varst laus þá var ég farin út. Já, það er með. Þannig að það er sko, mér langaði að byrja, ég spurði þið með, sko, ný samstarfsaðili, yngling.is, það er sko, hágæða íslensk kvæðabótaefni og strákanir sem sem stofnuðu þetta fyrirtæki, þeir vildi endilega að ég myndi færa þeir og þá fór ég að hugsa, sko, er eitthvað vesen mitt fyrir þingmenn að þykja gjafir, en það er annars vegar, sko, svona heilsu sveppir, sveppablanda, þetta er ekki ofskynjunasveppir, og svo kraftur sem á að vera gott fyrir okkur kallmennina. Þetta er magnað. Þakkaði fyrir og þeim. Íslenskt og flottar umbúðir. Já, það er búið að leggja heilmikið í þetta, hefðum, sko. Þetta er flott. Glæsilegt. Flott fyrirtæki og þeir eru leggja mikið upp úr því að velja hráefnin vel og svona. Já. Þú kemur beint úr þinginu? Já, það er alltaf einhvað að vera. Það var skellt á umræðu sem truflaði okkur enn og aftur tollamálinu og ESB. Refsi tolla á íslenskan málmútflutning. Refsi tollar? Já, það er þannig að einhver 3 ríki innan ESB framleiða svo kallar kísiljárn sem við framleiðum hér á Grundartanga og norðmenn framleiða í miklum mæli. Og þessi fyrirtæki eru í einhverjum vanda og knúðu á það að það eru settir tollar á innflutning. Aðalega held ég að við snúist Kína. Af því að Kínverjar eru þetta framleiða mikið af þessu eins og öllu öðru. Og oft er það niðurgreitt framleiðsla og þessu svo dömpað á evrópska markaðinn. Þannig að það var alveg skiljanlegt að menn vildi einhver viðbrögð við því. En það sem var sérkennilegt í þessu og í rauninni algjör nýlunda var að Ísland og Noregur skildu sett í sama hóp og Kína. Því við erum þetta meðlimir í EES og leggjum alveg ótrúlega mikið á okkur og stundum meira en þarf til að vera aðilar að þessum innri markaði Evrópu. Og keppumst við það, uppfylla allar kröfur, já, sem stundum eru býsna vittlisar, en við tökum þetta allt upp hér. Og þá hefði maður haldið að á móti, þá minnstu kosti fengjum við aðganga þessum markaði til jafns við aðra, en það var ekki í þessu tilviki. Og svona, já, breyting frá því sem áður var að þarna er augljóslega verið að brjóta EES-samningin af hálfu ESB og þá hafa menn áhyggjur af því fordæmi sem það er sett. Hvað er þetta? Er þetta að verða eitthvað trend, einhvers konar brot á EES-samningnum eða? Já, þetta er samt öðruvísi en það sem við séð áður, hins vegar hafði þetta komið upp mjög stór atvik alveg frá því í bankarhönnu sérstaklega. Það sem að hefur reynt á EES-samningin og menn verið mjög tregir til að nota þau ákvæði sem þá eru í honum til að tryggja rétt okkar. Og ég hef orðað þannig að menn hafa alltaf lengi lifað einhvers konar ótta við þennan samning í stað þess að líta á hann sem samkomulega milli jafn réttára aðila sem er gagnast báðum, að þá er það aukast þetta að við megum ekki rugga neinum báti, við megum ekki storka neinum af því að við þurfum að vernda samningin, en við verndum ekki samningin með þeim hætti, við verndum hann best með því að nýta samningin og ákvæði hans og nálgast hann á jafnræðis grundvelli. Þú manst eftir öllum umræðunum iSave og svo uppgjörð á slitabúunum og öll þessi stóru mál í efnahagsmálunum, það sem oft var reynt að hemja okkur, halda aftur á okkur með vísan í það að við mættum ekki gera hitt og þetta út af EES. En við gerðum það samt af því að það varðaði grundvallar hagsmuni þjóðarinnar og við höfðum þennan rétt. Og það var staðfest af EFTA-dómstólnum til dæmis í tilviki ISEF.
að þessir réttur okkar væri til staðar og við höfum meiri réttindi sem við höfum ekki nýtt heldur en margir gera sér grein fyrir. Til að mynda mikið talað útlendingamáli núna. Samningurinn leyfir það að ríki grípi til ráðstafana ef að það komin skekkja í streymi fólks umfram það sem eðlilegt getur talist. Þetta hefur ekki nýtt frekar en annað. Við höfum aldrei nýtt þau ákvæði samningsins sem að gera okkur kleift að segja, byrju, hér eru aðstæður öðruvísi og nú þurfum við að verja okkar aðstæður sérstaklega. Nema, jú, í ASF-en þar voru ekki við sem að vorum að ganga á ESB með þetta heldur þvert á móti en við unnum vörnina. En hvað, sko, að því við erum byrjað að tala um þetta, hvað myndir þú segja ef ég myndi að svona fara upp í 30.000 feitin og tala um þessa Evrópuvegferð núverandi ríkisstjórnar? Já. Það þú veist að ég held að fólk skiptist í nokkra hópa. Það náttúrulega stór hluti af Íslendingum sem eru bara mjög mikið einhvern veginn, svona hvað á maður að segja, bara hafa alltaf verið á móti Evrópusambandinu. En svo myndi ég segja að það er svona stór hópur af fólki örugglega eins og ég sem í grunninn hrifinn af hugmyndinni. Þetta er friðarbandalag eftir seinni heimsstyrjöld, mjög flott, gott að Evrópa vinni saman, svo kemur tímabil sem frjálst flæði fólks, frjálst flæði fjármagns, það hefur, þú veist, kemur langt tímabil þar sem það er klárlega benefit fyrir alla, en ástæðan fyrir því að ég myndi alltaf bara vera algjörlega á móti þessu núna, er að mér finnst Evrópusambandið orðið bara að einhverju svona búrókrasíu veldi, einhverju svona svarthólega búrókrasíu og ég er bara alferð á móti slíku. Já, ég held að þú komist ágætlega kjarna málsins þarna, af því að hér er svo mikill munur, eins og í pólitíkinni almennt nú til dags, og mér er þetta mjög tíðrætt um þetta, en þetta er mjög gott dæmi um það. Munin sem er á yfirbragðinu, umbúðunum og svo innihaldinu og raunveruleikanum, hinum yfirlýstu markmiðum og hinum raunverulegu áhrifum. Og Evrópusambandið var uppalega kynnt sem friðarbandalag ætti að koma í veg fyrir hörmungar seinni og fyrir heimsstyrjaldana og stuðla að auknum viðskiptum milli landana, draga úr tollum og slíku, mjög góð markmið. Reyndar kom nú á daginn að frjáls viðskipti tryggi ekki endilega frið. Það var aldrei verið eins mikil frjáls viðskipti í heiminum og árið 2013. En það dugði ekki til. Þá skall fyrir heimsstyrjöldina 1914 og aldrei hafa orðið eins frjáls milliríkjaviðskipti eins og voru fyrir heimsstyrjöld. En allavega, Evrópusambandið hefur breyst heilmikið, alveg gríðarlega mikið, og það er ekki bara stigsbreyting lengur, það er eðlisbreyting. Og þetta er orðið fyrst og fremst að ólýðræðislegu bákni, kerfisbákni, sem að ráðskast með allt líf fólks sem undir það heyrir, og vill alltaf auka á það, auka á vald sitt yfir daglegu lífi fólks, hvaða má og hvaða má ekki, og er ekki einu sinni að taka ákvarðanir lengur út frá hagsmunum Evrópu, efnahagsmálum, atvinnulífi og öðru, heldur eins og svo margt í pólitíkinni nú orðið, farið að stjórnast af einhverjum kreddum, einhverjum tíðaranda samtímas, birtist mjög glögglega í umhverfismála nálgun, loftslagsnálgun Evrópusambandsins sem er að hrekja iðnað burt úr álfunni, draga úr lífsgæðum í Evrópu. Bara á síðastu 12 mánuðum var tugum þúsunda starfsmanna sagt upp í þýska bílaðinanum. Framleiðslan er að færast frá Evrópu til Kína, þar sem hún losar margfalt á við það sem hún gerir í Evrópu. Það er ekki samhengi milli yfirlýstra markmiða og svo raunverulegra áhrifa. Hvað myndir þú segja, sko, ef ég myndi spyrja það þá um þetta, að því ég er sammálaður hérna, sko, eitt er þessar kreddur sem þú ert að tala um. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.